Númer 16, Alexandra Móan, Aþena Gunnarsdóttir. Númer 3, Þórunn Þórsdóttir. Númer 4, Guðný Kristín Erlingsdóttir. Númer 5, Karlotta Óskarsdóttir. Númer 6, Ída Margrét Stefánsdóttir. Númer 8, Lilja Ágústsdóttir. Númer 12, Jóhanna Katrín Ásgeirsdóttir. Númer 14, Vala Magnúsdóttir. Númer 15, Auður Ester Gestsdóttir. Númer 17, Harpa Dögg Jóhannsdóttir. Númer 19, Hildur Ýr Jóhannsdóttir. Númer 20, Ásdís Þóra Ágústsdóttir. Númer 24, Nikolína Revi. Númer 33, Ólöf María Stefánsdóttir. Þjálfar og starfsmenn eru Jakob Lárusson, Dagur Snær Steingrímsson og Hlynur Mortens. Þá er komið að lið fram. Þar er fyrirliðin 23, Lena Margrét Valdimarsdóttir. Númer 2, Sara Sif Helgadóttir. Númer 4, Daðey Ásta Halldórsdóttir. Númer 5, María Héðinsdóttir. Númer 6, Katla Rún Káradóttir. Númer 9, Elísabet Ósk Ingvarsdóttir. Númer 10, Harpa Elín Haraldsdóttir. Númer 13, Erna Guðlaug Gunnarsdóttir. 15, Hálpa María Friðgeirsdóttir. Númer 17, Thelma Sól Bogadóttir. Númer 21, Svandís Bríet Bjarnadóttir. Númer 22, Jónína Hlín Hansdóttir. Númer 28, Birta Birgis. Númer 51, Rakel Sigmarsdóttir. Númer 71, Emilía Eir Kjartansdóttir. Þjálfarar og starfsmenn er Guðmundur Árni Sigfússon, Guðrún Þóra Halldórsdóttir, Guðrún Katrín Viktorsdóttir og Emilía Eir Kjartansdóttir. Dómarar leiksins eru Jónas Elíasson og Svavar Óli Pétursson. Eftirlitsmaður Kristján Halldórsson. Til að tryggja heiðarlegan leik gagnvart öllum þátttakendum leiksins, leikmönnum, dómurum og starfsmönnum og með handboltaíþróun í huga viljum við biðja ykkur áhorfendur góðir að styðja ykkar lið með háttvís í huga og sýna jákvætt hugafar gagnvart öllum þáttakendum sem og öðrum áhorfendum. Takk fyrir.
Jæja, gott fólk. Veislan heldur áfram 5. leikur dagsins. Grímur Thomsen heilsar ykkur, klár í bátana. Þriðjaflokkur kvenna, Fram Valur. Fram með deildar og bikarmeistari. Fram vann báða deildarleikina gegn Val á þessu tímabili. 32-20 í Safamýrinni og 24-25 í Origo-höllinni. Fram vann Stjörnuna í 8. liða til þess að koma sér hingað og svo Fylki. Valur vann Afturhendingu og svo IBVF. Og hér eru Reykjavíkur stórveldin mætt til að leiða saman hesta sína. Dómarar leiksins. Engir aðrir en Jónas Eliasson og Svavar Ólafur Pétursson, tveir af allra bestu dómurum landsins, jafnvel Evrópu. Við fáum hérna hornahjúkahreyfingu og það er leikmaður númer 13 sem að lætur vaða hjá Fram og það er engin önnur en Erna Guðlaug Gunnarsdóttir með gott mark, 1-0. Valsmenn sækja. Við erum með Auði Ester Gestsdóttur hérna á hægri vengnum. Á miðjunni er leikmaður númer 33 Ólöf María Stefánsdóttir. Vinstra megin er engin önnur en Ásdís, eða hvað? Ásdís Þóra Ágústsdóttir, hann er hún. Og númer 6 er hérna komin Ída Margrét Stefánsdóttir. Við kynnumst þessum stelpum jafnt og þétt þegar að líður leikinn. Ída með skot framhjá. Og við erum að tala hægri vængurinn með Eina Beombu. Leikmaður númer 23, Lena Margrét Valdimarsdóttir fyrirliði framliðsins, örfend sleggja. Og hérna fáið geggjað mark hjá Auði Ester Gestsdóttur, staðan 1-1. Við erum að tala alvöru gæði hérna, alvöru, já, gott að segja alvöru gæði þegar feilsendingin kom, en alvöru tempo, alvöru stuð. Fari í kæruhreyfinguna hérna Valstúlkur og það er bara upp í skeytin. Það er upp í skeytin, maður. Það er Ásdís Þóra Ágústsdóttir upp í fjær. Ásdís Þóra Ágústsdóttir. Þetta var alvöru brot og það er Erna Guðlaug sem það fekk eitt svona nokkuð veginn á lúðurinn. Línumæðurinn Jónína Hlín Hansdóttir tekur fríkastið. Við erum með Hörpu Elínu Haraldsdóttir á vinstri vængnum. Það er síðan treyfingin með klippingu, sending á línu, 22. Það er Jónína Hlín Hansdóttir með mark. Þetta er beint úr handboltafræðunum. Ein góð síðan treyfing hvað miðmanni klippirinn skyttuna sem að finnur línumanninn og mark. Já. Ída Margrét Stefánsdóttir að reyna að tróða inn á línuna. Gengur ekki. Leikmaður númer 11. Isabella María er klár í kæruhreyfinguna eins og við sjáum. Hún fer ekki á stað. Nei, næst. Næst. Svo kemur hún hérna, já. Það er spila hérna 7-6. Valstúlkur. Finna línuna. Við erum, og þá er það Ásdís Þóra á 7 metrum. Markmaðurinn mjög aftarlega. Þetta hlýtur að vera mark. Já. Hún skorar. Það er keyra beint í bakið. Hafði heppnina með sér, fær dæmdan á sig ruðning, hún Harpa. Ásdís keyrir upp. Og fjærhóttið. Þetta er ekki fyrir lokið. Ásdís Þóra Ágústsdóttir með bombu í fjær.
Harpa, Erna og Lena í skiptistjóðunum. Og Harpa María í vinstra horninu. Daðey Ásta í hægra horninu. Og Jónína á línunni. Við reynum að læra þessu nöfn. Þá er alltaf betra að lýsa. Hvað dæmir hann? Já, hann þurfti að hugsa sig Sávar. Hann þurfti að hugsa sig og þetta var víti. Harpey María Friðgeirsdóttir fiskar svo kallað víti. Vítakast. 7 metrar eins og ég kallaði þetta. Það er eitt feik. Og hamrað. Það er hamar. Lena Margrét Valdimarsdóttir með mark í fjærhóndið. Eða vinstra hóndið. Fjær og nær. Það er ekki fjær og nær í þessu vítakasti. Það er Blónasir. Leikmann nr. 5 með Blónasir. Það er skipting. Og það er haldið áfram að geima Ídu Margréti hérna út á miðjunni í 7-6. Svo kemur Kairó. Hreyfingin, hún fer inn og svo kemur hún á fullu gasi eftir Kairóið og Ásdís og þá er hann konum með 2 línumenn og miðmann. Hvað dæmir hann á? Sá það ekki. Ólega blokk. Ólega hindrun. Það er ólulegt að vera með ólega hindrun. Og leikmaður nr. 10, Harpa Elín Haraldsdóttir. Þetta var ganga í garðinum, alla liði gegn og mark. Ásdís Þóra Ágústsdóttir í skiptunni hérna var með 119 mörk í Grill 66 deildinni í vetur. Alvöru marka maskína. Já, þetta var aukt markið, það er aukt markið. Já, og hún skýtur að færi og það er inni. Það er Jónína. Hver segir að ég ekki að gefa línumanni hraðablöfi? Jónína er alveg með það. Ída Margrét, líka hérna í liði Vals. Hún er, já, frábært mark ekki Ásdísi. Já, Ída Margrét var næst markaðist á þessum valstelpum í Grill 66 með 99 mörk í vetur. Hinum megin Lena Margrét, nr. 23 í liði Fram, fyrirliðin. Hún var með hvorki meira né minna með 132 mörk í grillinu. Þeir þóra sem skora. Nei, þeir skora sem þóra. Það er hvort tvekja. Já, það er haldið áfram með 7-6. Já, vel valið, en hún greip ekki alveg á boltann. Og skotamark. Ásdís Þóra með mark. Og boltinn gengur. Öldur áfram. Harpa og Erna. Og Erna tekur Kairóið við Jónínu. Og svo kemur Lena. Harpa með sendingu yfir. Þetta er eitthvað að renna í sandi í þessu sókn. Já, það var bara að stilla upp á nýtt. Svavar Ólafur. Fæddur á Landspítalanum líklega, uppalinn í Hafnarfirði. Já, hornajúkarhreyfing. Og svo kemur Lena og Harpa og Lena í stöngu út af. Ásdís. Og Ída fær dæmt á sig skref.
Það eru 3 skrif í handbolta. Og það er alvöru action. 16, Alexandra Von Aþena Gunnarsdóttir. Alexandra Von Aþena Gunnarsdóttir með old school Einars Þorvarðarsonar action. Það eru skemmtilega vöslur. Mjög skemmtilegar. Það er áfram 7-6. Ólöf María er núna á miðjunni. Tekur Kærón hreyfinguna, við séum þetta áður. Bara 2 inn, Ásdís kemur. Svo kemur hún Auður. Og Ida Margrét á Auði. Nei, hann druslast í hornið þessi bolti. En ekki nógu gott slút hjá Þórunni Þórisdóttur. Út af. Harpa Elín og svo erum við með Hörpu Maríu í vinstra horninu. Harpa María leysir inn. Harpa Elín dregur frá og það er dæmir. Hún hafi verið búin að taka ómörg skref og það var það. Hún Lena Margrét, þannig það er aukakast. Hvað gerir Erna Guðlún núna? Hún ætlar að setja upp í sama kerfi. Einn vinstri. Og þá að einangra hérna að klippa við Lenu sem að skýtur framhjá. Valsstúlkur keyra í bakið. Og Auður Ester. Ruðningur. Já, hún náði þessum bolta. Það er alvöru tempó í þessu. Það er bara í mesta basli með að fylgjast með. Harpa, Erna. Það er síðan dreifing með krossi og upp og sláinn. Og hann festist næstu upp í tjaldinu. Það hefur verið leiðilegt. Enda gæða boltar, seglegt. Auður Ester og Ólöf María. Ida Margrét, þetta er eitthvað basla á þessu. Ásdís Dóra, þá kemur kæruhreyfingin, svo Einar Sanna. Hún fer núna beint á Ásdísi og svo yfir og Auður, þetta var ekki vel valið. Erfitt færi, erfitt skot að langt yfir. Og Erna, já, vel gert. Á Lena með smekklega sendingu á Hörpu Maríu sem var búin að leysa inn og lína sláinn inn. Auður Ester og Ida Margrét. Ólöf María. Kemur Kristín. Nei, ekki Kristín Þóra. Það er Ásdís Þóra. Kærá sem fyrr. En Erna, sýnst mér, er hörð í sendundum. Já, þessi fór í vörnin og inn. Ásdís Dóra með markið. Staðan 6-7. Vali við. Hotkast. Erna Guðlum Gunnarsdóttir með... Nei, ekki hotkast. Aukakast, fríkast. Þá sækir hornið og kemur svo aftur tilbaka eftir krossin. Góð sending á línuna, ekkert. Jónína Lín lét verja frá sér. Alessandra með góða vörslu. Ásdís Þóra, Auður Ester og Ásdís stöngin. Frákastið er framara. Erla. Aftur Erna.
Sama kerfi á þann og cross en hún ekki línumæri laus. Já, hún sá það en það gekk ekki. Já, þetta var Númer 16, Alexandra Von. Harpa Elín Haraldsdóttir með frekar vonlítið skot frá hægri vægnum. Vel varið hjá Alessandru. Og já, nær hérna Ída nær hérna sendingun á línuna en fríkast og spjald. 16 mínútur liðnar. Valsmenn leiða með einu marki. Vel varið. Ásdís Þóra með skotið. Sara Sif Helgadóttir með vörslu. Framarar að bjóða upp núna eitthvað gómsætt kerfi. Erna er með hún, já, það er horna jóka hreyfing. Erna með árás. Nei. Já, þetta er bara fríkast og búið. Einn kallar Erna. Einn vinstri vendanlega, nei. Hún fær sig yfir línumaðurinn, þá fer einn hægri í gang. Og svo kemur Erna á fullu gasi. Beinar hendur í uppstöki, 2 mínútur. Svavar Ólafur Pétursson kann handboltaregluna utan að og fekk 10 í munnlegu prófi. Enda alþjóðadómari. Hæsta geðaflokki. Það er hérna aftur sama á áðan og svo kemur breytt núna og klaufaskapur, hver á boltan? Fram á boltan. Aftur yfirtölu kerfi. Það er ekki alveg viss að hvað þetta gera að draga frá. Reyna að vinna með línumanni, hætti við 1 og 1. Erna Guðlaug Gunnarsdóttir. Vinstri hægri í gegn, skot og mark. Hún hefur slasast, hún skal ég ykkur segja. Ólu María Stefánsdóttir hefur fengið mögulega vinstri hendina á henni í andlitið þegar hún í hreyfingunni. Hún er í axl og harkar þetta á sér að sjálfsögðu. Já. Við viljum ekki fara út af í úrslitaleik, það er bara ekki þannig. Já, hvað ætlar Ída að setja upp í hérna núna? Ída, Auður, Ída, Ásdís, það er Kæró aftur. Auður, Ásdís og svo kemur Ída í árásina. Vel varið. Hvað, þetta er mikið reitt, það er bara frákast. Ólu María með gott fríkast. Nei, ekki fríkast, gott frákast. Vel mætt í stúkuna núna, framarar sérstaklega fjölmennir. Ólu María, Auður fer svo inn, þetta er Kæró 2 kallað. Ída upp og það er alvöru blokk. Það var hún hérna engin önnur en Jónína Hlín sem að tók Hávard. Ída og Ólu María.
dæmi leikleysu. Við náðum þessu nú ekki alveg en var hendi komin upp? Jú, líklega mögulega, veit það ekki. Ekki nema hann hafi litið svo á það að hægri hornamaðurinn hafi ekki farið inn úr færi sem hún hefði getað tekið. Ágætt að spila en vörninni, góður Nóa, slæma hendi í þetta valstúlkur. Frábær sending fram, víti. Ásdís Þóra var fljót að hugsa, grýtti boltanum beint í lúkurnar á henni. Ég sé ekki númerið á henni, hann er ekki alveg viss um namnið. Thelmu Sól. Hún er með teipað númer, það er ekki gott. Það er ekki gott fyrir Lísara að reyna að lesa teipað númer, hún er númer 11. Hún er Ísabella fyrirliði, María Eiríksdóttir fiskaði vítið. En Ásdís skora á vítinu, höldum áfram, hættum við blari. 7-8. Erna síðan smá hérna klippir inn. Nei, fríkast. Jónína. Lena. Frábær varnarleikur hjá Ídu. Og það keyra upp, Óla María. Fríkast. Ída hefur orðið fyrir meiðslum. En, hún ætlar að skipta. Það er í gangi, hefur hún. Er þetta spingur. Vonandi ekki farið úr lið eða eitthvað slíkt. Það er alveg óþolandi. Óla María með árás sem að kemur ekki mikið út úr. Auður. Gengur ekki. Sara Sif bjargar þessu í frumkast. Eða útkast, eða hvað sem myndi kallast. Markáankast. Já. Erna Guðlaug, hún stýrir umferðinni. Klippir inn. Lenu. Harpa. Erna. Vel varið. Alessandra. 16, Alexandra Von, Alþinna Gunnarsdóttir. Það er aðeins að hægjast á leiknum núna. Byrjaði með gríðarlegu tempói. Óla María. Nei, þetta var tapaði bolti. Það er bara inn allar leið. Brjál, alvöru vasslæg og Alessandru. Harpa, Elín, komst í döðafæri. Óla María leysir inn, Auður kemur í skemmtilega hreyfingu tilbaka, virkilega snotur. Frábær skaphreyfing, Auður Ester Gestsdóttir. Þessi hreyfing er stundum tengd við hann ágæta handboltamann Dominiak Dovniak sem þykist fara inn á miðju en dregur sig svo tilbaka. Kemst þannig, sveigir sig þannig fram með varnarmanninum. Harpa. Þetta hafðist. Lena Margrét kom sér gegn. Fekk ekki víti sem hún vildi. Það var bara áfram gakk. Erna Guðlaug. Lena. Erna. Heppin að fá ekki tvígripanna. Erna. Harpa. Lena langskott, stöngin.
óheppinn þarna. Kristín, Auður, fljót á löpunum Auður. Já, hún áræðin, hún Óla María, hún samt ekki að ná að vinna stöður nógu mikið. Láta bara boltan rúlla. Isabella gerir sig klára fyrir Kairó-hreyfinguna. Nei, hann kemur ekki, hún skermir alveg út Erna, hann Ásdísi. Já, þetta fríkast. Erna Guðlaug skermir alveg út Ásdísi Þóri núna. Hún tekur hana bara úr umferð nánast. Já, hún fór þarna niður samt. Já. Erna Guðlaug glerhörð í vörninni, en allir önnur sem glerhörð. Ásdís með nýtt mark. Erna og það varið og svo inn hægra hornið og aftur varið. 16, Alexandra Von, Arnarna Gunnarsdóttir. Alexandra Von með svokallaða tvöfalda markvörslu. Double save. Markmenn elskar double save. Áhorfendur líka. Auður og Ólöf. Hún heldur áfram að skerma Ásdísi Þóru út. Óli María með gólskot. Og það varið. Númer 2, Sara Sif Helgadóttir. Sara með varslu. Harpa. Erna. Lena fyrir utanvert. Góð vörn. Þórun með öfluga vörn þarna, vinnur vel á löpunum. Og Framarar Guðmundur Árni Sigfússon tekur leiklega í stöðunni 7-10. Já. Valsmenn í góðri stöðu hérna 10-7 en Valsmenn voru ekki góðri stöðu í Pepsi-deildinni gegn KA í dag og töpuðu 1-0 með mark úr víti KA-menn. Það er ekki alltaf jólin í þessu. Nei. Jæja, drífum þetta í gang. Það eru 4 og 20 sekúndur eftir. Erna Guðlaug, Harpa, Erna, Harpa, Lena, Harpa. Já, það kála tempónu hérna Valsstúlkur, það eru með glerharðar í vörninni. Erna, Harpa með feik, missi boltan og Valsstúlkur á fullu gasi, Auður, mark! Auður Ester Gestsdóttir með mark úr öflumi, 7-11. Harpa og Erna. Og Lena. Þú eru Framarar að fá mark í þetta. Framarar dynur hér í stúkunni. Þær fá hvatningu, þær þurfa samt að fá mörk. Það er mikilvægt að skora mörk en að fá hvatningu. Já,
Þetta hlýtur að vera fríkast. Nei, Númer 16, Alexandra þetta var ekkert fríkast. Gunnarsdóttir. Alessandra fær þetta skrá sem varið. Það eru að spila mjög sterka 6-0 vörn hérna Vals stúlkur. Jónas og Svavar að spjalla saman með þráðlösa mikrofónin. Þetta er rosa, þessi tækni er ótrúleg. Það geta verið dómar á sig endan og tala saman. Þeir eru mikið að spá og spekulera. Auður, Óli María. Það er leiklega. Jakob Lárusson, þjálfari Vals stúlkna, tekur leiklega. Róbert Geir Gíslason, framkvæmdastjóri HSÍ, er mættur í hús. Væntanlega beint frá Ásvöllum. Hann er á spjallinu við Bjarna Viggósson, stórdómara og spinning þjálfara. Hann er í góðu formi, Bjarni. Góðu gæi, skemmtilegur. Já, Jónas bendir á blettinn, fríkast blettinn. Þær eru komnar aftur í 7-6 með ítu hérna út á miðju, stendur á Bose-merkinu fallega í kaflageringanum og þá farið í Kairó vinstri. Já, hann sleppur að gefa línumannin, heldur að gefa beint á Ásdísu Þóru og þetta er ruðningur. Nei, þetta er ekki ruðningur, þetta er víti. Hún hefur varist innan teigs. Það má ekki verjast innan teigs. Það var bara hægt að hlaupa mann niður og fær víti. Ásdís feikar eitt, skýtur stöng og Erna með frákastið. Þetta var mjög mikilvægt fyrir Framara að fá þetta. Þær þurfa að fá meira en þetta, þær þurfa að fá mark. Það eru 2 mínútur eftir að byrja á leik og þær eru 4 undir. Það er ekki gott að vera 4 mörkum undir í hálfleik, þá er meiri líkur en minni að maður tapa leiknum í seinni hálfleik. Tölfræðin segir það og það er leyst inn á móti, krossar inn yfir. Lena Margrét Valdimarsdóttir með skoti yfir markið. Sjöfund 6, Jakob, hann er nútímavæntur þjálfari. Óli María á miðunni. Fara aftur í Kairó, aftur blekkir hún. Þetta er samt ekki blekking, það vita þetta allir. Og Ásdís. Já, heldur boltan lífandi. Auður. Ester skýtur yfir, hún vildi fríkast. Hún fær ekki fríkast. Erna keyrir upp á Lenu. Og langur bolti, allt og langur. Allt og langur og fastur. Það er mýkt, meiri mýkt í þetta. 7-11, 40 sekúndur eftir og það er 7-6, enn og aftur. Hvað ætlum við að gera? Jú, línumæðurinn kemur út og fær boltan eða fær hann ekki og hann láti skiptuna fá hann. Kemur núna, línumæðurinn kemur, fær ekki boltan, kemur vinstri skiptan sem fær boltan og svo kemur Ásdís, gengur ekki. Ef þetta klikkar, þá klikkar þetta. Hún skorar í bakið á þeim. Og Vogum vinnur, Vogum tapar á alltaf. Ásdís, Auður, Ásdís, Ída, Ásdís, Auður, kringlar. Búið. Tók eina hálf kringlu, boltan rétt fyrir framan, cirka halvan metri fyrir framan línu og yfir fótinn.
Ragnar Jónsson stórskipta fyrrum, hann hefur verið ánægður með þetta skot. Hann segir að setja boltan í gólfið fyrir framan löpina, ekki setja hann beint á strikið eins og kallar það. Heyrðu, fáum okkur kaffi. Já, Svavar Ólafur Pétursson, Svabi 10 eins og hann kallaður. Hann búinn að dæma vel undanfarið. Tæknimaðurinn minn kallaði hann Svaba 10 af því að hann búinn að vera að dæma upp á 10 undanfarið. Gefum hann það. Sending yfir, Auður. Auður aftur. Ásdís, marka drottning. Númer 24, Ásdís Þóra með enn eitt markið 9 kvikindi. Átta 13. Það er þungskíðað í Safamýrinni núna. Lena, Harpa, yfirenda fynduna. Þær eru glerharðar. Þær eru glerharðar, hlíðarenda stúlkur. Erna og Harpa, Lena. Og það er hornajúkahreyfing, Harpa, Erna, hún kemur á ferðinni núna. Lena, en hún er ekki að hitta. Hún er gríðarlega öflug skytta, hún er einhvern veginn ekki alveg á fjölinni sinni. Það eru margar fjalir í Kaplakrika. Það er ekki dúkur, það er parkett. Það er bara að finna fjölina. Ásdís. Íta. Vel varið. Eða var það stöngin, ég veit ekki. Við gefum Söru Sif þetta skot. Erna Guðlaug. Lena. Erna. Harpa Elín. Erna. 1-1. Krossarinn. Lena. Harpa. Já, þetta er orðið katastrófa núna. Það verður að stilla sig upp og nýtt. Það verður að koma mönnum í rétta stöður aftur. Bara, já, við fáum ekkert út úr þessu. Já, skiptið stöðu. Já, svona já. Já, byrja aftur. Upp og nýtt. Ef þetta rennur út í sandinn, þá verður bara að byrja upp og nýtt. Hornajúki. Erna í árás og tvist. Nei, sendir hann. Lena. Þær eru búin að glerja þarna fyrir Lenu. Þær eru glerharðar. Þetta er Þórunn og Íta í vörðinni þarna saman. Nei, það var sturluð markvarsla. Þarna sýndi Lena Margrét frábært tilþrif, alvöru skotfinta. Svo fíblaði þær báðar upp á skónum. En Alexandra átti þetta. Það er 7-6. Ásdís og Íta og Auður með 2 línumenn núna. Það er bara að planta sér hérna á sína staði. Nei, tapaði bolti. Markið er rautt, en það er aldrei langt í það. Nei, hún lætur ekki vaða. Lena. Línumæður laus, nei, Lena alla leið, nei, Erna. Og hún ruslar þessu inn á endanum. Erna Guðlaug Gunnarsdóttir með mikilvægt mark, 4 mörk. Þetta er doable, þetta er möguleiki. Aftur fer Jakob í 7-6. Með annan línumannin á milli 1 og 2 og hinum einn á milli 2 og 3. Ásdís í árás og Íta og Auður. Þetta gekk fullkomlega upp. Erna, Harpa Elín,
Erna. Lena Margrét. Fimm mörk. Hornajúkin. Já. Þetta fannst mér skemmtilegt. Harpa María Friðgeirsdóttir. Hún fer og reynir að klippa hana út í hornajúkanum sem gera til þess að skemma tempo í hornajúkanum. Hún náði rífa sér nógu langt frá. Hún reyndi að klippa hann út. En að því hún náði boltanum, þá náði hún að taka hann á snúningnum utanvert og ná sér í frábært færi og klára þetta vel. Vel gert, Harpa. Ásdís. Á. Erna brotleg á mörkunum þarna. Það er í lagi að vera mörkunum ef hún ferður ekki yfir mörkin. Hún er að trufla í 5-1 vörðinni. Nei, þetta var klaufaskapur, það er tómt markið. Já, og nú skorar Lena. 2-1, 11-14. Hrikalega vel mætt í Karlbergika af stuðningsmönnum Fram. Algjörlega til fyrirmyndar. Valsar eru fámennari en þetta er frábært fólk sem mætir samt frá Val eins og alltaf. Ída, Auður, Ída, keyrir á þetta, Auður og skellt í gólfið. Ok, hún er fljót upp. Hún er svo köttur, hendur hún upp. 1, 2, skot, blokkað, innkast. Ída með skot, en það er blokkað af henni Jónu. Innkast, ég held að séu 4 sekundingar eftir. Já, það fælir hana í erfitt skot hérna. Og markið er með markmanni, þannig að við skjótum ekki í völlin þá. Erna, Harpa. Minka í 2 mörk hérna væri alveg svakalega sterkt fyrir Framara. Já, það geta ekki kvart yfir stuðningnum. Það er alvöru framstuðningur hérna í húsinu. Erna, Ída. Erna. Já, þær eru. Þórunn er svakalega öflugur varnarmaður. Hún er, nei, þetta var ekki Þórunn. Þetta var Ísabella. Hún er líka frábær. Já, Ída. Já, enginn á mótinni. Og þá er bara hamrað á markið. Snotur sending, en svo varslan frá Alessandru. Hún ver eins og eins og hvað, ég veit það ekki. Eins og Ómægir. Ég samt ekki frá því hún sé betur en Ómægir og hann er hann gamall. Ída. Ásdís. Auður. Þetta þríegi er hrikalega öflugt hérna fyrir utan. Frábær. Frábært val hana. Sá hana galopna í horninu. Hanna Lilju. Það ég held alveg örugglega. Lilja Ágústsdóttir hann í hægra horni. Auður missir boltan en nær hún matur. Hendin er komin. Ída Margrét. Upp. Það er varið. Sara Sif er að gera sitt þarna í frammarkinu. Markmennirnir eru öflugir í þessu liðum. Erna og hornið er opið. Nei, hún feikar. Hrikalega vel gert. Já, Hörpu Elínu. Það er gamla feikið niður í horn. Blekkir hornamanninn sem veit ekki hvort hann á að elta feikið eða ekki. Fórum milli 1 og 2 og skilaði þessi markið. Brellur. Það er gaman að brellum. Ída og Ásdís.
Og nú kemur Óli María, komin hérna hinum megin. Og Ída alla leið. Nei, nú fer ekki neitt. Jónína breyti sér í múrstein. Óli María sendur í hornið á Auði sem er komið þangað en setur hann framhjá úr svona bærilegu færi. (12:15), þar geta minnkað munin í 2 mörk. Óskar Bjarni Óskarsson er þungt hugsi í stúkunni. Það er innleysing, einn hægri. Þá kemur Erna á fartinu 1-1. Þær eru sterkar þarna. Isabella María Eiríksdóttir er grjóthörð. Hún er ekkert að hleypa mikið í gegnum sig 1-1. Erna Guðlaug, Harpa, þar aftur einn hægri. Lena dregur breytt, Harpa dregur og Erna kemur þá á svæðið og hún dæmir skref, sýnist mér, Jónas. Svavar ræði við varamannabak fram. Þóra Halldórsdóttir var ekkert sérstaklega ánægð með þennan dóm. En dómur er fallinn, það þýðir ekki breyta honum. Auður Ester skorar, komið í 4 aftur. Já, þá er farið í 7-6. Konum við 2 línur. Annars vegar milli 1 og 2 og hins vegar milli 2 og 3. Og hvað ætla þær að gera? Nú þarf að velja rétt. Snýst að velja rétt núna. Ágætis færi. Gólskot af Runnar frekar stuttufæri. Endar í stönginni hjá Hörpu Elínu. Berjast framarar er kallað í stúkunni. Það er mikilvægt að berjast í handbolta. Maður kemst langt á bardaganum. Ída Margrét með lúmska sendingu. Það var hársbreyt frá vítakastinu þarna Isabella. Svavar og Jónas taka hana skemmtilega skiptingu. Svavar er hann innudómari, Jónas ytturdómari. Fáðu nýja sýn, aðra sýn. Ída Margrét. En hún Sara er að verja vel. En framarar eru í basli hérna sóknarmegin, þess vegna bregður hann á það ráð hann Guðmundur að fara í 7-6. Þær eru ekki að opna þær 6-6. Þær fórna markinu núna, tæma markið, fá nýjan línumann og þá er að Harpa reynir sama feikið og síðast. Gekk ekki. Lena. Þær eru samt ansi þéttar hana, þær eru ekki að finna mikla glöfu. Þetta var ekki gott. Nú er tómt mark. Nei, það er láta ekki vaða. Nei. Þetta var ekki langt frá því að hirða boltan hana hún Daðey Ásta. Það er 7-6 hérna með auðvitað. Auður, Ída, Ásdís, Ída, Auður,
Hún er ótrúlega fim á löppunum. Sara Sif Helgadóttir. Sara Sif reyndi að skora yfir markið, yfir völlinn. Það gekk ekki. Ásdís náði tuðurinni. Við sjáum að Erna er fljót að koma í hjálpina þegar Ásdís sækir, en nú fara þeir hinum megin. Missir boltan. Ætlar hún að kasta aftur? Nei. Ætlar Erna að kasta? Ég myndi kasta. Já, en yfir. Þetta er örlítið erfiðara en það lítur út fyrir að vera. En við viljum samt á marka það. Þú fara þar aftur í 7-6 sem að Ída býður á bósinu. Fara svo í Kæró, svo mætir hún, en hún þarf ekki að fá boltana því Ásdís tekur skotið. Það er lína, nei, það er víti. Númer 2, Sara Sif Helgadóttir. Sara ver, en Ísabella sækir þetta vítaskast. Ásdís Þóra, það er inni. Númer 20, Ásdís Þóra Ágústsdóttir með sitt 10. mark. Þetta myndi ég halda að vera 2 mínútna brottvísun. Jájá. Ég held þetta sé rétt. Allan að miða við hvernig dómarinn hafi dæmt á sambærilega atvik áður. Ef það var rétt þá er þetta rétt núna. Jakob er reyndar ekkert alveg sáttur, en Svavar Ólafur Pétursson, hann kann reglubókina. Hann útskýrir hann, Svavar kingar kolli, nei, Jakob kingar kolli. Málið er látið. Réttur dómur, áfram gakk. En hún hefur meitt sig, hún Jónína. Hún fengi höfuðhögg. Það hljómar aldrei vel að fá höfuðhögg. Þú sé eitthvað. Já, ég held hún sé ekki að halda áfram. Í bili að minnsta kosti. Byrjum þetta aftur. Lena og Erna Guðlaug. Harpa. Nei, komast ekki í gegn. Það eru í yfirtölu núna, fara aftur í sama kerfi. Klippir í Lenu. Kemur aftur hann 1-1, aftur á Lenu núna, láta bolta ganga. Nei, það er ekki að taka færin. Lena kemur í skottfíntuna. Númer 16, Alexandra Móen, Aþena Gunnarsdóttir. Massíf markvarsla þarna frá Alessandru. Það dugar samt ekki af því að Daðey nær framkastinu og fiska víti. Lena er komin á punktinn. Mark. Númer 23, Lena Margrét Valdimarsdóttir. 13-17. Miði er möguleiki. Það eru 4 mörk og 13 mínútur. Samkvæmt tölfræðinni hefur það margoft gerst að vinna upp þann mun á þessum tíma. Já, nei, gengur ekki. Markið er tómt. Já, markið var tómt en það er ákveðið samt að spila fram að 6 metrum. En það skilaði markið, það er nummer 1 og 3. (14-17). Þetta er leikur.
Auður, Ester missir boltan, nær aftur. Óli María í árás, fríkast. Já, Ída með ágætis árás. Ída aftur. Hendin fyrir að koma upp, já. Tvær svona tilgangslausar árásir skila sér yfir í hendinni. Þeir kunna það dómararnir og svo kemur misjafnur skot fyrir Ásdísi Þóru og það geta minga muninn í 2 mörk. Lena alvöru sleggja. Lena Margrét minga muninn í 2 mörk, 15-17. Aftur tómt mark, 7-6. Það eru konar út, þráttur eins og 7-6, þá eru að farnar út að reyna trufla. Já. Fríkast, tíminn vinnur með Val. En þá. Já, þeir fá markmanninn inn, það vilja ekki taka sénsinn. Ída. Góð sending í hornið, dauðafæri. Óli María með gott mark, 18-15. Það ætla ekki að láta þeir ná þessu. Já, vel spilað og inn fer hann. Rakel Sigmarsdóttir með gott mark, aftur 2 mörk. Ída, þetta er running, næstu runningur, þetta er fríkast. Ída, mark, 19-16. Framar að missa boltan. Nú fer þetta að vera erfitt. 20-16 og þá er þetta komið langleiðina. Ída fer bara með og missir boltan. Lena. Vel spilað og Daðey Ásta Hálfdánsdóttir skorar og minkar muninn aftur í 2 mörk. En 2 er bara of langt frá. Ef það er alltaf að leka alltaf 3. markinu þá gengur þetta ekki. Það verður að fá stopp hingað. Hér. Óli María. Hún missir boltan. Og er það ekki Daðey aftur. Og minkar muninn í 1 mark. Jakob Lárusson tekur leikhlé. Það þarf að stoppa lekan. 2 tapaði boltar. Og mark í bakið.
3 hérna langt út. Það er bara 3-3, það er bara... Heyrðu, það er vinna boltan! Það er vinna boltan! Erna, fríkast. Gott stopp hjá Ólöfu Maríu þarna. Náði að kæfa þetta hraðblöð upp í fæðingu. Það er alltaf verða vitlaust á pöllunum núna. Þær geta jafnað leikinn. Ég spái því að Lena láti vaða núna aftur. Hún skoraði á þann. Hún er búin að fá smjörþefin af einhverju meiru. Heyrðu, wow. Já, heppinn að fá ekki tvígrip hérna, eins og hún tók hann ekki aftur. Og Lena aftur, ég sagði það! Alvöru leiðtogi sem tekur á skarið. Auður, já, hún er hrikalega aggressív. Já. Hnoði skilar engu, það verður að fá eitthvað flota boltan. Það eru lausnir þegar menn eru framalega. Það vantar smá þolinmæði. Auður kemur með hraðan sinn og tæti sig í gegn. Frábærlega gert hjá Auði. En þeir skilja hann eftir. Það eru einu færri í smá stund, en hún er komin. Auður Ester Gestsdóttir er svakalega fljót á fótunum. Erna Guðlaug, Harpa, Lena, Harpa, Erna. Já, já. Lena verður að taka skarið aftur held ég. Hún gerir það og hún skorar aftur. Já, Lena, hún er go-to leikmaðurinn hjá Fram, það vita allir. Og hún er að sýna það núna. Af hverju? Ída sækir Harpa inn úr ágætisfæri og klárar þetta. Ekki Harpa, Auður. Hvað gera Framarar núna? Stöðuskipti og stólinn bolti. Ída stelur þessu bolta en hún ver. Þvílík rísa markvarsla og Daði úr horninu og skorar. Þetta er ótrúlegt alveg. Þetta var markvarsla leiksins hingað til. Ekkert smá mikilvæg og skilaði svo marki í hina áttina. Heyrðu, það dæma ekkert. Jónas dæmir ekkert. Þetta var svona bara. Þær geta komast yfir núna Framstelpunnar. Síðan hvenar, ég bara veit það ekki. Er ekki með þetta alveg fyrir fram mig. Harpa og Erna. Þetta er sama línan hérna fyrir utan allan leikinn. Það er Hotnavíkurka stöðuskipti. Svo kemur Lena í hring, einn góðan hring. Og Daði, þetta er víti. Já, alveg greinileg. Daði Ásta er heldur betur að stíga upp hérna þessar síðustu mínútur. Og sækir þetta vítakast. Og Lena, vítaskitta, skorar og kemur fram yfir 22-21. Og það er alltaf trillast í stúkunni. Gæsa húðferum foreldra stúlknanna hérna í pöllunum. Ólöf María
Viktoria með sendingu yfir á Ásdísi. Nei, hérna er Ásdís og vel gert! Önnur risa varsla. Sara Sif Helgadóttir með aðra risa vörslu. Þær komu sér í góða stöðu, spiluðu sig í gegnum vörnina á fimannhátt, en það þarf að koma boltanum inn í markið. Erna, þær fara með innhlaup frá hornamanni, vinstri hornamanni. Harpa, Lena, Erna Guðlaug, Daðey hætti við. Harpa, þær þurfa að fara að sækja á markið. Þetta var... Nei, þetta grínast! Það er viti! Nei, það er ekki viti. Þetta var... Tveir tapaði boltar á 1,5 sekundu. Framarar með slaka sókn. Slaka sókn, lélegan bolt, tapa boltanum, en beint í fangið á framleikmanni og ég er að sjá þetta hérna aftur hjá mér og ég held þetta sé rétt, þetta sé ekki víti. Hún virðist hafa verið fyrir utan, en hún fór ansi harkalega í hana hins vegar og hún liggur hérna eftir í valnum. Hún, Jónína, hún hefur orðið fyrir hnjaski hérna tvisvar í dag. En það þarf engan hnjaskvagn, þetta er baráttu hundur. Og hún er klár. Jónas spyr hvort að hún viti hvað dagur er. Hún veit það, þannig það er ekki heilristingur. Og þetta er mikilvægasta sókn leiksins so far fyrir Fram. Mark hér kemur þeim í svakalega sterka stöðu. Harpa, Erna, Lena. Ég held að Lena ætli að klára þetta núna. Hún er með blóð på tennan eins og þau segja í Danmörku. Nei, það tapaði bolti aftur. Þetta var algjör klaufaskapur og Valsarar geta jafna núna. Auður kemur á fullu gasi. Ída og Ásdís. Auður fer utanverð og hún skýtur í stöngina en hún á frákastinu. Fáránlega mikilvægt frákast hjá henni, skal ég ykkur segja, Lilju Ágústsdóttur. Hún sækir þetta víti og Ásdís skorar. Númer 20, Ásdís Þóra Ágústsdóttir með sitt 12. mark. 12 mörk, Ásdís Þóra Ágústsdóttir. 12 mörk. Það er meir en helmingurinn af mörkum liðsins. Lena, fríkast. Allt í járnum. Lena, Erna. Já, fríkast. Já, það er komin hendin upp. Nú verður Lena bara að þrykkja á þetta. Það þýðir ekkert annað, nei. Það eru hvað margar? Það eru 2 eða 3. Það eru 3 sendingar, segir Svavar og Jónas. Nei, eða 2. Ég er ekki með linsundar. Það er annað hvort eða. Ég held að hún hvort eða ætli bara að senda og fríkastu og lúðra þessu í netið. Þetta var, nei, og laumar hún í línuna. Það var hársbreyt frá því að koma sér
vítastöðu, en neina, heyrðu þær sofa í vörninni eða hún klúðrar, þær raun og veru ótrúlega gott færi, þær voru bara ekki viðbúnar, en hún setur boltan yfir. Kristín, Auður, Rúðning, nei, fríkast. Við erum að fara mögulega í framlengingu hérna í fyrsta skipti í dag. Ásdís með góða sendingu. Vel brotið. Ásdís og yfir og skorar! Númer 6, Ida Margrét Stefánsdóttir. Og Valur klárar þetta nánast á flautumarki. Til hamingju Valur, Íslandsmeistarar 2019. Hetjuleg barátta framara en Valskonur eru verði meistarar. Til hamingju. Þá er komið að tilkynna mann leiksins. Maður leiksins er númer 15, Auður Ester Gestsdóttir.
Klöppum við fyrir stelpunum í Fram. Það biðja liðið að koma í myndatöku hjá olískiltinu í horninu. Þá komið að